Já Kristinn, það hlýtur að vera sársaukandi að ekki klára 3 stig, miklu betri langstærstan hluta leiks. Já, ég held að við höfum alveg verið með yfirbyrði í 80 mínútur í leik og fengum 5-6 stöð að færi til að klára leikin. Við erum ekki og fengum alveg skítavíti þannig að það er 80 mínúti eitthvað og það er mjög súrt. Hefði mátt vera klára fyrir það atvik. Varst þú byrjar að hugsa þegar þú sást færi eftir færi, þetta var ekki að fara inn, verður þetta einn af þessum leikjum? Nei, ég mun alltaf að reyna að skóla það í næstu svo. Það var alltaf verið að halda áfram og við gerðum það, við heldum alltaf áfram, fengum færi eftir færi en miður þá fór það ekki inn. Þannig að enn verður líka hrósa að í lokin fyrir að verja hann nokkur mjög góð færi á þeim. En alltaf við áttum að vera klára leikinn og þátti ég að vera tæst í lokin. En fyrir þennan leik hefur nú alveg þegið stig eða ekki? Nei, við ætlum að vinna leikinn. Við vinnum á nokkur sinnum í ár, þannig að við ætlum að koma mikið á að vinna og mér finnst sína það. Þeir vera betur en þeir, en það var svona við þurfum bara að taka eitt stig heim í þetta skipti. Þetta verður hörkubarátta allt til enda. Já, þetta er jókvæmt að taka fyrir ofan okkur og skilja það eftir bara, en við getum gert það. Svona svolítið með þessi sigri í dag, en við náðum því ekki og þurfum bara næsti leikur á móti Fylki eftir viku og við þurfum bara að koma sterkir í hann, þegar ekki annað. Það var smá svona losarabragur hérna síðustu 10 mínúturnar, hvernig skýrðu það? Var komið eitthvað svona stress í ykkur? Ég held að vindurinn sem komur allt í hérna og hjálpa svolítið, það var bara allt í hérna sjokkar og gaman. Það, já, gæti verið svolítið náttúrulega stýrt þannig í lokinu, en við fengum líka nokkrar skyndirsóknir á móti, þeir fækkaði hans í vörninni og opnaði svolítið leikurinn og þá var það mjög vel nokkur sinnum. En já, það er náttúrulega bara, við veit ekki alveg útskýringi það er, en það er svona. Menn hafa það orðið að leikmaður í efstu deild á Íslandi hafi sjaldan tekið jafn ótrúlegum framförum og þá er ég ekki að segja að þú hafi verið lélegur fyrir en frammistaðan eins og við sáum í kvöld það er svona atriði sem þú varst kannski gagnrýndur fyrir í fyrra fyrirgjafir svo bara móttökur og tækni ertu búinn að taka sjálfa í gegn og þú varst góður og mjög mikilvægur þessu liði samt í fyrra. Já, náttúrulega maður bara auðvitað æfi vel og það skilur sig alltaf og svona það kemur bara, annað tímabili sem spilar og þannig að það er smá reynsla og meira öryggi bara svona kannski í leggjunum, ég held að það sé líka bara málið sko en náttúrulega kemur bara með huga að fara að hlaupa með raskætti í leikjum og reyna að gera það og það kemur hitt með bara. Þú ert búinn að vera mikið út á kanti en svo settur upp á topp í svona leik. Finnst þér henta þér ágætlega að vera fremst? Já, ég spyr náttúrulega bara sem þjálfari segir mér að spila og mér finnst það er gaman að ég segir bara hlaupa á náðskötu mikið, það er það sem er skemmtilega sko. Þannig að ég get gert það líka hvort sem er á kantinum eða upp á topp.